þannig að heimurinn samofinn og þessi hugmynd sko, það best að við stjórnum okkur bara öllu sjálf og gerum þetta bara alveg þetta íslenskum aðstæðum eitthvað svona, þú ert í útflutningi þú þarft að aðlaga þig ef þú ætlar að eiga viðskipti við Kína og það eru þeir sem að setja reglurnar alveg það sama þú ætlar að selja til Bandaríkjanna eða Evrópu. Við erum í heimi þar sem að lífskjör heilt yfir í heiminum hafa aukist, réttindi borgara hafa aukist, alls konar forvarnar dót sem að stundum fer allt og langt, en við þurfum bara að spila með. Við erum ekki að fara að breyta heiminum. Nei, en aftur á móti Kína til gott dæmi nákvæmlega þetta, þar sem að við gátum aðlaga íslenska staðla að hinum kínverskum þannig að það væri á ákjósanlegan máta og þess vegna erum við með fríverslunarsamning við Kína sem að Evrópusambandið ekki og þetta svolítið góður punktur einmitt út af því að við erum í útflutningi að við þurfum ekki að vera að ráðfæra okkur við hagsmuni 27 annarra ríkja þegar við erum að reyna að gera slíka samninga heldur getum við á okkar eigin forræði farið út í slíka vegferð þannig að Kína einmitt mjög gott dæmi það hvernig Evrópusambands aðild myndi koma til með að hamla því að við gætum verið í að bæta okkar útflutningsgetu og okkar svona stöðu á heimsmarkaðinum. Já, myndin aðeins flóknari með Kína. Ég þekki þetta ekki smáatriðum en sagan sem sagt að Kína vildi gera fríverslunarsamning við Evrópuríki og í Asíu að þá hugsa menn oft í öldum. Menn að hugsa miklu lengra fram í tíman sko. Og menn voru komnir með samning við Noreg svo gott síðan varð Nóbels nefndinni það á að veita friðarverðlaun til einhver sem að Kína ég man eftir þessu og þá voru menn að leita að einhverjum öðrum frábært að Ísland sé með fríverslunarsamning við Kína en við þurfum að tala samningin eins og hann í fyrsta lagi og skoða tölurnar að þá að koma inn vörur fyrir einhverja 160-70 milljarða á ári við erum að flytja út fyrir 25 einhver myndi segja að þetta væri ekki góður samningur Punkturinn minn ekki hvort að samningurinn hafi verið góður eða ekki punkturinn minn sá að við gátum á okkar eigin forræði farið í slíka samningsgerð við getum farið í einhverjar bollaleggingar það hvort að viðskiptajöfnuðurinn sé nægilega ákjósanlegur fyrir Ísland og að þar fram til götunum við getum líka sagt honum upp rétt þannig að ef að okkur myndi ekki hugnast þessi viðskipta ójöfnuður þá getum við bara sagt honum upp rétt ef við værum hins vegar í Evrópusambandinu þá værum við hvorki að semja að ganga að slíku fyrirkomulagi né að segja okkur úr því Akkurat. og það það sem ég hef áhyggjur af og það við verðum sérstaklega að tala þessi mál Já, en ef við tökum Kínasamningin en Kínasamningun ekki punktur Nei, ég skil en